Þegar þið lönduðu þessum, hérna, hann var ekki áferðarfallegur, hann var ekki fallegur á köflum, en þetta hófst hjá okkur. 15 stig hjá þér, það virkaði eins og væri að skora 40 á tímabili því að þið komið svona á köflum og alltaf utan. Já. Ég svo sem veit að þú ert hittinn og hef fylgst með þér gegnum tíðina. Mér langaði aðeins að heyra svona, nú þið ekki að vera í úrslitakeppni. Nei. Hvað svona motivationið, hvernig náðu að motivera ykkur fyrir leikina? Þið komið alltaf kolbrjálaðir og ógeðslega duglegir. Það er bara markmið að vinna leiks, koma tilbúin að leikinn og gera allt besta og bara, Já, bara einn leik í bara einu. upp á hausinn og einn leik í einu að halda fram. Já, þið klárlega, ég búin að sjá okkur núna 3 leiki nánast í röð. Nú, eins og ég sagði þið eru ekki að vera í úrslitakeppnina, þannig að ykkar tímabili því líkur fljótlega. Eru þið eitthvað að byrja að ræða framtíðina, næsta sísón eða næsta tímabil og hvernig þið ætla að takla það? Ekki beint, nei, að bara æfa ykkur vel í sumar og lyfta og svona og búa okkur undir næsta tímabil. Já, og nú eru þið með alveg efnilegan kjarna í Heklu og Huldu og þér og systurniðinum og fleirum til. Ætlið ykkur eitthvað stórt á næsta ári? Er eitthvað að byrja að pæla í því að tala um það? Nei, ekki þannig sé, bara halda áfram og gera eitthvað besta og alltaf í fleið. Já, ennþá í þessu tímabili. Já, bara alltaf í fleið. Það er því að klárast, já, það er líka ágætt markmið. Já. Það vantaði Jenny Geirdal. Já. Og náttúrulega annan útlendinginn ykkar. Hafði það eitthvað að segja með hvernig þið mættu til leiks tilbúnar eins og komið ljós hér? Nei, við ætlum bara að gera allir okkar besta og vinna hennar leik. Enda stóðum við okkur ógeðslega vel. Þó vantaði 2 leikmenn hjá okkur stóra. En við vorum ekki að gera leiknum og stóðum okkur og legðum okkur 100% fram. Og það virkaði, það gekk vel. Klárlega. En ég ætla bara að óska þér til hamingju. Takk fyrir. Það er klárt mál að framtíðinni bjóst í Grindavík. Innilega hamingju. Takk fyrir.